Nú hefst ávarp forseta Íslands Vigdísar Finnbogadóttur. Ávarpið textað fyrir heyrnarskerta á síðu 888 í textavarpi og að ávarpinu loknu verður ágrip þess flutt á táknmáli. Góðir Íslendingar, gleðilegt nýtt ár. Hvert ár sem líður leikur á marga strengi, sem hljóma hver með sínum hætti í vitund okkar. Þegar við horfum yfir það ár sem nú liðið, minnumst við þess á undan öllu öðru að það ár heyrðum við þungan tregaslag. Þetta var ár skelfilegra náttúruhamfara, ár mikilla áfalla fyrir einstaklinga, heilar byggðir, þjóðina alla. Við svo váleg tíðindi sem urðu í Súðavík og á Flateyri finnum við átakanlega til vanmáttar, en leið fyllast hjörtu okkar af samúð til allra sem orðið hafa fyrir þungbæru missi, bæði þar og annars staðar í landinu. Við upphaf nýs árs sendum við öllum syrgjendum, nær og fjær, hlýjar hugsanir og vinar kveðjur. Í 16. og síðasta sinn ávarpa ég ykkur nú, landa mína, úr þessu sæti og frá þessum stað. Þessi ár í embætti forseta Íslands hafa verið mér dýrmætur tími og oft til mikillar gleði. Svo ríkrar vinsemdar og gestrisni hef ég notið á ferðum mínum landið, svo mikinn hlýhug hef ég fundið í minn garð að ekki mun mér endast aldur til að þakka það allt sem skildi. Mest fagnaðarefni hefur það jafnan verið að finna hve mikinn stuðning þau hugðarefni sem ég hef borið næst hjarta hafa hlotið hjá þjóðinni, þau mál sem ég freista stundum til að nefna yrkjurnar mínar og snúast ræktun líðs og lands, mályrkju, mannyrkju, jarðyrkju sem þjóðyrkju. Til lítils hefði verið talað ef undirtektur hefði ekki orðið eins og raun hefur borið vitni. Ég hef einnig notið þess að vera fyrir hönd Íslands aufúsu gestur víða á erlendri grund. Á ferðum mínum hef ég fundið glöggt hve mikils Íslendingar eru virtir, hve vel okkur hefur orðið ágengt og jafnframt hve mörg tækifæri við eigum og bíða okkar í margvíslegum markaðsmálum, ekki síst í útflutningi þekkingar og reynslu. Fámennri þjóð mikil nauðsyn á að gera sér skýra grein fyrir sjálfsmynd sinni. Það liggur í augum uppi að því færra fólk sem skipar hópinn, þeim mun auðveldar getur hann týnst í þjóðahafið. En jafnframt líka ljóst að hinn fámenni hópur býr við margt það sem gerir líf hans og ljóð einfaldara, gagnsærra og þar með viðráðanlegra en gesti getur í hátimbruðum samfélagsbyggingum stórþjóðanna. Leið og þetta sagt má vænta að rödd heyrist sem segir að einmitt fámenni þjóðarinnar sé henni fjötur fót og kunningsskapurinn, nálægðin milli manna geti allt eins orðið til þess að hver dragi annan niður. Nokkuð til í því líka.
Sannast sagna felast fyrst og fremst möguleikar í öllu sem yfir okkur kemur. Möguleikar sem við getum snúið okkur til hagsbóta og menningarauka, möguleikar sem við getum einnig látið snúast okkur til tjóns. Hvar sem við stingum niður fæti erum við stödd í miðju þverssagnarinnar. Allan heim virðast menn nú samdóma að öll velferð muni í framtíðinni byggja á þekkingu og færni manna til að nýta sér hana. Á þessari öld hafa margsinnis orðið byltingar á sviði þekkingar og því höfum við Íslendingar nú þegar mikla reynslu af því hvernig okkur þykir henta að vinna úr þeim nýjungum hagnýtt tæki til daglegra nota. Eitt þar sem jafnan vekur athygli útlendinga öðru fremur, en það svo árátt okkar að leggja allt kapp á að íslenska tæknina eins fljótt og auðið Vitanlega getur það litið út eins og hinn mesta sérviska að vilja ekki kalla síman telefón eða þyrluna helikopter eins og allar grannþjóðir okkar gera. En í augum Íslendingsins það ekki sérviska heldur aðferð til þess að gera tæknina íslenska. Aðferð sem hefur reynst okkur vel og við erum staðráðin í að nota áfram ókomna tíð. Þetta gott að hafa í huga þegar við stöldrum við þau stórmerki sem nú gerast í upplýsingabyltingunni svonefndu, hverju hún hafi komið til leiðar og hvert hún stefni. Það má okkur öllum ljóst vera að þessi bylting getur miðlað ævintýrilega miklum fróðleik, hún getur brýnt menn til forvitni og sköpunar og hún getur haft mikil áhrif til lýðræðisþróunar og þá jafnframt til eflingar mannréttinda allan heim. Upplýsingabyltingin færir okkur símalínur og á geisladiskum áður en langt líður stærri hluta af þekkingu heimsins í máli og kyrmyndum, hljómum og kvikmyndum en okkur hefur áður dreymt Hér hjá okkur gerði hún á árinu sem leið kleift að búa til geisladisk fyrir tölvur Ísland og náttúru þess og undirbúningur hafinn að ýmsum diskum öðrum þar á meðal merkilegum margmiðlunar tölvudiskum Íslandssöguna alla. Afar brýnt nú að bregðast skjótt við og þýða fyrir æskuna það erlenda efni á geisladiskum sem verður kennsluefni í skólum allstaðar umhverfis okkur innan tíðar. Óvíða meiri hætta á ferðum varðandi íslenska tungu en frá alþjóðlegu efni á geisladiskum. Þversögnin á sínum stað. Tölvan mesta undur en hún getur líka orðið grimmur tímaþjófur, lævís og lipur eins og erfðasyndin og vímugjafarnir. Sjálft upplýsingamagnið getur orðið svo yfirþyrmandi að menn tapi áttum og eins og dragi úr þeim mátt. Fjölmargir telja það reyndar verða eitt af höfuðverkefnum menntunar innan tíðar að kenna mönnum að velja úr upplýsingum og hafna því sem óþarft En við verðum að kunna að velja á fleiri sviðum. Grimmd í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum og tölvuleikjum meiri áhrifavaldur í samtíð okkar en menn kæra sig yfirleitt að vita. Hér kem ég aftur að því að allt sem gerist felir í sér möguleika til góðs og ills. Og af lengi höfum við látið allt yfir okkur ganga í þessum efnum, einnig það sem verst En við getum líka sýnt ábyrgð og frumkvæði og andóf. Við getum hafnað því að láta berast fyrir straumi í þeirri von að allt muni einhvern veginn bjargast eða í þeirri leti sem stundum grípur hugan að allt nýtt sé gott af sjálfu sér. Mestu varðar að við höldum vöku okkar sem foreldrar og uppalendur að við skiptum okkur af því hvað það sem börn okkar hafa aðgang að og hvaða áhrif það getur á þau haft. Uppeldi til stríðs í tölvuleikjum þar sem hver valhöllin rís af annari og einherjar sparka hver annan í hel þindarlaust og rísa svo upp aftur alheilir, rétt eins og ekkert sé að marka það sem leikstýrandinn hefur látið þá gera.
Slíkt uppeldi megum við ekki þola. Heldur verðum að sýna okkur og börnum okkar þá virðingu sem leiðir til hófsemdar einnig á þessu sviði. Þegar við sem eldri erum vorum að vaxa úr grasi, var okkur leiðbeint til að leysa verkefni okkar á þann veg að við getum með sanni sagt að við eigum þetta samfélag að. Þá eign viljum við síst missa sem einstaklingar og sem þjóð. Því hvar sá sem raunverulega vildi vera þjóðlaus maður? Orðalaust var okkur líka kennt að bera virðingu fyrir sjálfum okkur sem einstaklingum og manneskjum. Nú þegar við höfum öðlast reynslu árana hægt að gera þá kröfu til okkar að við sýnum í verki þá sjálfsvirðingu sem forsenda þess að við berum réttmæta virðingu fyrir öðrum mönnum og sköpum þar með fordæmi þeim yngri svo að þeir skilji að ekki sá sterkastur sem reiðir vanstilltan hnefa til höggs, heldur hinn sem kemur fram við aðra menn með þeim sóma sem hann vill að honum sjálfum sé sýndur. Þessu viðfangsefni má fylgja mörg svið. Hvarvetna gerð sú krafa að við sýnum yfirvegun og einbeitni og veljum kosti en látum ekki skeika að sköpuðu. Þannig til að mynda samskipti okkar við aðrar þjóðir, önnur menningarsamfélög. Stundum heyrist svo talað eins og þjóðir séu tímabundin fyrirbæri í sögunni, pólitískur tilbúningur, samkomulag misskilning. Þjóðræknin og þjóðernishyggjan eru þá kölluð einangrunarafl sem spillir sambúð þjóða. Vissulega getur þjóðrækni snúist í þjóðrembu, komið fram í fordómum í garð annara. En það skiptir meiru að hún getur orðið ekki síst fámennri þjóð, lífgefandi afl sem veitir henni sjálfstraust og eykur sjálfsvirðingu hennar, kveður niður vanmetakennd þeirra sem halda að þeir séu fáir og smáir. Sú alþjóðahyggja góð sem bregst vel við hjálparbeiðni úr öðrum heimshlutum, einnig sú sem fús til að hverfa frá ítrustu sérhagsmunum í þágu betri friðar og sambýlis þjóða. En sú alþjóðahyggja slæm sem fyrirlítur frjóa sérstöðu þjóðana, þann margbreytileika sem gefur mannlífinu bæði líf og lit og sköpunarkraft. Þegar við Íslendingar horfðum yfir lýðveldissöguna á árinu 1994, gátum við fagnað afmæli við að rifja upp marga sigra í lífsbaráttu okkar sem rætur eiga í tiltrú á eigin mátt sem fylgdi óskertu sjálfstæði íslensku þjóðarinnar. Við erum nú að uppskera svo margfaldlega það sem til var sáð. Við höfum eignast kynslóðir af fólki sem vel að sér í verklegum efnum og margvíslegum fræðum. Sú kunnátta og þekking birtist okkur á hverju nýju ári í drjúgum framförum á sviðum vísinda, menntunar og framleiðslu. Allt sem vel gert glæðir sjálfsöryggi okkar og sjálfsvirðingu. Og augljóst má öllum vera að flest það sem unnist hefur tengt því að við höfum erft og bætt mannauð okkar. Þess vegna hljótum við að vita að það meginatriði að halda áfram af einbeitni og örlæti að rækta þekkinguna, veita skólum okkar og æðri menntastofnunum sem bestan byr, efla málrækt og þann dýra sjóð sem íslensk tunga og sýna sóma þeim minningum sem gera okkur að þjóð. Með öllu þessu styrkjum við vilja okkar til að vera menn með mönnum í stórum og flóknum heimi, til að eiga eigin sérstæða rödd sem ekki kveður á mannfjölda heldur innri styrk. Góðir Íslendingar, ég minntist á í upphafi máls míns að þetta í síðasta sinn að ég deili með ykkur hugsunum mínum og hugmyndum á þessum vettvangi. Ég hef við ótal tækifæri fundið til þess að Íslendingar láta sér annt embætti forseta Íslands. Það leið ljóst að það ekki sjálfgefið hvernig forseta embætti skuli sinnt og verður ekki. Þar veldur hver á heldur eins og sjálfsagt
Ég kveð ykkur kæru landar með bestu þökkum fyrir liðin ár, með góðum vonum og trú á farsæla framtíð íslenskra þjóðar. Guð blessi Ísland og íslenska þjóð. Gleðilegt nýtt ár.